svo fór sem fór. Þið náðu að klóra ykkur tilbaka í seinasta leik í frystikistunum með glæsilegum endarspretti. En það tókst ekki í þessu. Hvað gerðist í fjórða leik Ég bara ekki alveg viss sko. Ég er eftir að fara að skoða það og ég held að við gerum það bara sem lið. Kíkjum á þennan fjórða leik og sjáum hvar vendupunkturinn er. En auðvitað fóru þeir að hitta svakalega og við riðum ekki mikið við útsöfnandi körfunni. Ég veit ekki hvað endað í mörgum sóknarfrákastum sko, en þeir náttúrulega bara tóku 20 fleiri sóknarfrákast í síðasta leik en við, en samt vinnum við. Þannig að í sjálfum sér var það ótrúlegt og þeir eru náttúrulega, eins og ég sagði eftir síðasta leik líka, þeir eru náttúrulega bara að hafa nokkra sentimetra á okkur og ég held að það hafi bara verið svolítið vendipunkturinn í þessu, fullt að second chance. Það leit, þú veist, í lok þriðjuleik, þá voru þið byrjaðir að gera svona svipaða hluti þau voru að gera í seinasta leik. Þið voru að láta fátaka lélegar ákvarðanir, léleg skot og tapa boltanum meira en þeir áttu að gera og þau voru að refsa þeim hinum megin. Það er ekki eins og að síðan bara fórnaði það allt upp í fjórða leik. Voru þið eitthvað að ræða í milli leikluta að halda þessu áfram og bara voru ekki að peppa í? Já, ég meina uppleggið var náttúrulega bara, við erum að skipta á 5 inn, 5 út og ætluðum að þreyta á og ætluðum að svolítið að hlaupa þá yfir það í restina sem að hefur svolítið verið okkar merki bara í vetur. Við höfum verið að spila á mörgum mönnum og margir að leggja svolítið út, sko, og auðvitað var það líka uppleggið í kvöld. Það er ekki breyting á því, en það bara virkaði ekki. Þeir bara sýnhituðu og tóku öll nokkuð. Það voru bara mikið grimmari sem að ég er bara drullu svekkjandi því að ég held að við séum með gauðra sem að ég vildu þetta alveg mikið, ef ekki meira sko, en við náðum ekki að skilja eftir hérna á gólfinu bara í fjórðarleik og því fer þetta svona. Dempað aðeins stemmingur undir lokin leiðilegt slísi á Ísaki hvernig kom þetta verið þér? Er þetta að vita hvernig þú líður fyrir? Hvað segirðu? Er eitthvað að vita hvernig hann hefur það? Hvað kom fyrir? Nei, þetta var ökklinn á honum. Hann hefði ekki stíð ofan á eitthvað. Þetta er partur af leiknum, það er bara þetta í körfunni og það er bara hundleiðilegt sérstaklega þegar leikurinn er bara eiginlega búinn sko. Menn þurfa að meiðast svona. Við bara vonum að hann komist ekki tilbaka og verði allt í leik. Ég saknaði leiklíðina hjá ykkur í seinni hálfleik. Ég saknaði leikliðina hjá ykkur í seinni hálfleik. Var það pælingarinn að geima öll fyrir lok eins og bara Ég held að það sé bara sama pælingin og ég var að segja á hann sko. Við ætlum svolítið að keyra á og ekki leyfa þeim að tækifæri til þess að gera sig og það er bara svolítið uppleggið sem við fórum með og við bara við lifum og deyjum með þeirri ákvörðun bæði bara allt lið. Það er bara þannig. Við fórum að gera það í allan vetur og líka núna sko. Þetta er annað árið í röð þar sem við komist næstu í alla leið og þetta er mjög miður og hvað haldið þið getið gert á næsta ári til þess að komast þessi loka skref til að fara upp í úrvalsdeildina? Ég er ekki búinn að pæla í núna sko. Við ætlum okkur náttúrulega bara upp og það er markmiðið í byrjun kannski einasta tímabils. Sama hvort okkur sem spáði einhverju 8. sæti eða eitthvað kjaftaði sko. Og ég held að það hafði komið eitthvað flatt upp á allflesta sko sem að held að við getum ekki raskat. Og það er bara mótiveitar okkur líka. Það hafði engin trú á þessu. Og við sýndum það að við getum alveg spilað hörkulta og eigum hellingsséns og eigum með hörkulið og mér finnst að við séum með lið til þess að byggja þetta með úrvalsdeild sko. Það er bara Það er verið frábær að vinna gegn frábær úrvalsdeildina.